Og nú af því að yfirskrift ráðstefnunnar ábyrg framtíð og við erum búin að vera að tala hér fyrir dag stefnuna og landsáætlun og kolefnismál að þá komið að þessu áþreifanlega viðarafurðum og vottunum og þeim pakka. Það verða 4 aðilar með framsögu, síðan höfum við pallborð og bætum við 3 einstaklingum í pallborðið. Þannig að það verður alveg þröngt á þingi. En ég ætla bara að bjóða fyrsta fyrirlesarann í púlt og það Björn Bjartar. Fyrir sæl. Gott skógafólk, það rétt 2 ár síðan að við ætlum að kynna hér skýrslu sem heitir Horft fram á við í afurða- og markaðsmála skóga, þannig að við dustum rykið af henni. En ég held að hún stendur alveg fyrir sínu ennþá, þótt að sé liðin 2 ár frá því að við kláraðum hana. En ég hef tekið að mér að rétta að hlaupa yfir svona innihaldsskýrslunar. Við stofnuðum teymishóp sem við köllum skógafang á sínum tíma, 5 ár síðan. Og þarna eins og við sjáum að það var mikið öflugu fólki sem komi inn í vinnu við þennan teymishóp og við gáðum okkur 3 ár til þess að fara í gegnum verkáætlun sem við settum á stað strax í upphafi og við stefndum á það að gefa okkur góðan tíma og þessi verkáætlun þegar hún var til þá lögðum við upp í hann og það var mjög mikið af öflugu fólki sem koma að þessari vinnu með okkur sem skrifuðu síðan heilu kaflana í þetta ágætis rit. En á endanum þá má segja að vinnan okkar hafi snúist að rýna aðeins í hvaða trjátegundir við erum að nota og ætlum að nota á næstu árum og síðan fórum við djúpt í timbur, pælingar í magn og gæðum og tækjagreiningu og úrvinnslumál. Síðan gerðist það. Það bara gerðist ef við vorum að ræða afurðir skóga á timbur að það voru aðra nytjar skóga sem trufluðu þá vinnu sem betur fyrir sig í dag vegna þess að við komumst að því að skógarbóndi sem fer í dag á stað með nýræktun skóga hann hefur kannski ekkert svo miklar tekjur fyrir hann eftir einhver áratugi og þá er kannski eins gott að aðeins að rýna í hvaða aðrar afurðir við höfum á þessu tímabili þegar innkoman lítil. Þannig aðrar nytjar skóga voru inn í þessari vinnu hjá okkur og síðan reyndum við aðeins að horfa inn í framtíðina og bara sagt hér í upphafi að þegar þessari vinnu lauk þá sá ég fyrir mig og ég sé það ennþá að Skógræktarfélag Íslands, skógarbændur og skógræktin taka höndum saman og halda áfram þessari vinnu. Ekki strax en bara í kvöld þegar ég komin hérna að barinn að þau krunga saman efju hvernig þið getið haldið áfram þessari vinnu. Nú það í bili, 30 í skógrækt næstu áratugi. Þetta skyldulesning, þessi kafli. Þraustur Eysteinsson, hann hefur greinilega farið á hugaflugu og verið einhvers staðar í góðu herbergi að skrifa. Það var margt alveg frábært í þessari grein hjá Þresti, þótt að ég sé ekkert að hrósa þér sérstaklega öðru leyti. En hann skrifar umhverfislega kröfur, hagrænar og félagslega kröfur. Við erum að tala 30 sko. Hann kemur með frábæra hugmynd að við tölum 2 hæðabelti, 0 upp í 300 og 300 upp í 500. Nefnir bara dæmi úr þessu, loftslagsmótsögnin
fer algjörlega á kostum í þessu pistli inn í greininni, lesið þetta, og framtíð tegunda kvæma og svo fer hann yfir allar helstu tegundir sem raunverulega kom til greina sem ég tel upp þarna. Þetta frábær samantekt hjá Þresti og þarna Þröstur eins og hann bestur. Síðan förum við djúpt ofan í timbur, viðarmannsspá fyrir ræktaða skóga á Íslandi, flott grein hjá Arnóri og Ólafi Eggertssyni, þar sem þeir fara svona ofan í þessa spá og síðan heldur Ólafur Eggertsson áfram og hann kemur ábyggilega aðeins inn á þetta eftir innflutning til landsins á viðarafurðum. Ef ég væri ráðherra eða þingmaður þá myndi ég lesa þennan kafla vel, þarna sjáður hvað þarf að rækta mikið af skógum á Íslandi til þess að sjá að við þurfum ekki að flytja inn timbur í framtíðinni. Síðan fer Begga í Hallorstað inn í tækjagreiningu í skógrækt, hún tekur fyrir bæði grisjun og útkeyrslu og nefnir og telur upp þau tæki og tól sem við erum með og höfum verið með. Síðan úrvinnslu og aðilar í úrvinnslu, Hlynur Gauti Sigurðsson, hann kemur hann inn á raunverulega telur upp þeir sem eru í dag í þessu og góð grein hjá Hlynur þar sem hann kemur inn á nýtingu hráefnis og flettefni og eldivið og kurl og girðingarstaura og allt þetta. Síðan okkar ágæti Eiríkur Þorsteinsson með gæðamálin. Ég held nú að strax í upphafi þessari vinnu hjá okkur í nefndinni að við komumst að því að við þurfum að sparka svolítið í okkur varðandi gæðamál og sem við hefum gert og Guðrún Helgadóttir kemur snyrtilega inn að það vonandi á morgun í pistlu Evrópuverkefni sem í gangi með Svíum og Dönum. Einmitt varðandi þetta Treprox-verkefni. Síðan eru skógatölur, Arnór, Björn og Hlynur koma inn á þetta verkefni sem Skógræktarfélag Íslands hafi nú haldið utan á. Síðan eru þarna nokkrir kaflar aðra nytja skóga. Ég talaði matarkistu í morgun, Begga í Hallorstað, hún rétt snertir á því hvað hægt að gera úr skógunum. Matvæli og bragðefni kallast þetta og síðan skógarhunangi hjá Hraundísi, líka mjög góð grein og síðan kemur Hreinninn á möguleika ferðaþjónustuna og síðan Ólafur Oddsson, okkar reyndast í að nýta skógana og koma upp skógamenningu og hann skrifar hérna af mikilli reynslu. Og aftur kemur Bergrún Arna inn og þarna hún komin í jólatré greinar á Köngla og síðan kem ég hérna aðeins inn á framtíðarhorfur. Ég kom aðeins inn á það í morgun og ég vil bara endurtaka varðandi möguleika á öðru nytjum í skógum. Ég nefndi í morgun að það eru 150 vöruflokkar sem eru beint undir aðra nytjar í heiminum og endurtek aftur í Kanada eru með upptalning á 500 vöruflokkur sem eru aðra nytjar á skógum. Í 15 evrópskum löndum gefa aukanytjar að meðaltali 25,5% af tekjum skóga. Og núna nýjast að það komið sérstök deild hjá Sameinuðu þjóðunum sem að helga sig aukanytju skóga hvorki meira en minna. Hér á landi erum við bara rétt að byrja og eigum við raunverulega eftir að átta okkur á bara hvað skógarnir geta gefa okkur meira heldur en timbur og allt í kringu það. En þessi málaflokkur hann á bara eftir að stækka. Síðan við horfum aðeins inn í framtíðina og það voru nokkru sem að tíminn búið greina. Það eru nokkru sem að skrifa þarna góða greinar og horfa inn í framtíðina. Skógarkolefni, lífkól, drónar, markaðsmál og gæðavottun, skóga ég kem að sinna það. Og síðan það sem að snýst raunverulega allt í þessu eins og öðru, það endurmenntun. Stefna og verkefni við
erum með stefnu skógræktarinnar og LSC hérna inn í þessu og ég fer yfir svona þau þróunarverkefni sem hafa verið í gangi. Síðan að lokum, mikilvægast í þessari skýrslu að flestir sem að skrifa enda sína kafla á framtíðarsýn sem að skiptir rosalega miklu máli. Flestir kaflar hér eru með framtíðarsýn, hvað þarf að gera og hvað til ráða. Og síðan bara að lokum, skýrsluna hér að finna, bæði skógabondi.is og skóga.is og þarna líka mikilvæg setning sem að ég vonandi búin að lesa, þakka öllum og svo bara bestu þakkir til salarins, takk. Takk Bjössi, þér tókst að gera þetta á 10 mínútum að fara yfir efni á heilli ráðstefnu, heyrðist mér, sem var nú eiginlega markmið fyrir 3 árum, eða 2 árum. En næst í punktu Ólafur Eggertsson og hann ætlar að ræða viðargæði. Hæ, ég veit það ekki. Hvað þið? Hvað þetta? Já, komið sæl, Ólafur Eggertsson heiti ég og ég ætla að fjalla aðeins skógarauðlindina og aðeins viðargæði. Ég sé á þessar skemmtilegu myndir hér, þetta kannski framtíðin einhvern tímann eftir 50-60 ár. Kíkjum aðeins á hvað við erum að flytja mikið að magna við til landsins. Hér semst tölur sem sýna frá Hagstofu Íslands, sem sýna semst timbur, krossviðin og spónaplötur. Við erum að flytja semst inn til landsins 60.000 tonn af þessum vörum. Og langmesta sem við flytjum inn semst þá sagaður trjáviður, semst timbur sem flokkur 24 í Hagstofunni. En þó nokkuð mikið þetta krossvið og spóna og byggingaplötur. Við sjáum líka þróunina í innflutningnum, hvernig þau þróast síðustu 10 árin. Frá því við erum 40.000 tonn og nú erum við komið líklega, þó nokkuð yfir 60.000 tonn. Og svo litla myndin hérna við hliðina, hún sýnir aðeins þessi lönd sem við erum að flytja inn við frá. Þetta semst meðal, þetta reyndar fyrir til 2018. Þetta svona meðal sem við jafnaði flytjum inn frá þessum löndum. Það þetta Lettland og Ísland, Finnland, Svíþjóð og Litáin, þó nokkuð mikið frá Rússlandi. Það var hérna fréttir frá BICO daginn að það yrði mikill skortur á lerki í framtíðinni. Eða næstu ári líklegast, en það kemur oft frá Rússlandi. Þeir eru hætt við að flytja þaðan inn. Og enda lendir BICO dálítið vandræðum eins og þeir eru með samband við sögunuvesmiðir í Rússlandi. Aftur á móti húsasmiðjan aðallega flytja frá Skandinavíu og baltísku löndunum. En þetta kemur dálítið mikið af viðnum inn í baltísku löndin frá Rússlandi. Þannig að það getur breytt aðeins myndinni og þegar í dag hefur þetta verð á viðarafurðum hækkað mjög mikið. En til þess að við getum hérna verið sjálfbær með skógarnýtingu á Íslandi, sem verður líklegast aldrei, það voru alltaf flutt eitthvað inn í timbri. En það þurfum við eiginlega að eiga 200.000. Heyrið ekkert í mér? Er ég fyrirgefið? Er það dauður? Linur. Slökkti á hann? Halló. Batteríslaus. En til þess að geta annað eftirspurn eftir timbur hérna heima, þá þurfum við að eiga 200.000 rúmmetra árlega af skogi sem fer þá í sögun til að geta framleitt 60.000 tonn af viðarafurðum. Þá þurfum við eiginlega að eiga 1.000 rúmmetra, 1.000 hektar af skógi árlega og við þurfum að vera með skóga sem þekja 1% landsins vaxandi gæða skóga á hverju tíma. 100.000 hektara fyrirgefið af skógi, 1%. Þetta bara mjög grófar tölur sem við erum að birta hér. Ef við skoðum aðeins þessa viðarmagnsspá sem hann gerði nýlega, þetta Arnór Snorrason og Sigga Júla sem settu þetta fram. Hér erum við að horfa á viðarmagn í Bolviði. Erðu það? Já,
Ok. enginn annar. Hvað er Bjarki? Bjarki, horfinn. Sigga Júla, Já. það er annar mæk þarna á borðinu við hliðina, það er lítill svona sem að setja á brjóstið. Já, svona. Er þetta eitthvað? Hvað svo? Halló. Halló, Ræmur. Þú veit það fyrir mig, ég veit ekki alveg hvernig þetta er. En hér sjáum við sem sagt svona víðamagnsspá sem gildir þá næstu 50 árin. Og þið sjáum við í dag, þá er alveg hægt að taka úr skógarum yfir 20.000 rúmmetra á ári. Svo við komum fram, ef við horfum á þessu 10 árin, þá er eiginlega tilbúið í skógarum yfir 50.000 rúmmetra á ári. Og þetta er mest að þessu vera að grísa skógana, þessu grísjónaveður. Man getur átt kannski 20-30% af þessu grísjónaveður getur farið í sögur til að fara með timbur og hanga. Svo við býðum aðeins lengur, fram að yfir 25 ár. Þá er líklegast önnur eða þriðja grísjón í gangi og þá búast við kannski 50% af þeim við sem fellum, þessu 50.000 rúmmetrum. Það þá í sögunum. Og veiðarlínan sýnir spána eins og hann var með að voru hlöðstöðu 3 ári. Núna sagði Þröstur fyrir í dag að það er mikil aukning í gróðursetningum og líklega er náðu ekki þessu markmiði sem við sjá hana 12 milljónir markna. Það kemur í ljós. Já, ég ætla að hoppa við þetta, ég ætla að alltaf ákvæmst hlutustur. En það gerði bara svona aðeins hvað trjátegundum gefa mikið af sér, öspinni þetta vext allt og gefa mikið við lágtölur, slaganastöfur. En kíkjum aðeins við gæði íslensku veiðar. Hafa gert rannsókn á lúnþyngd, beygju, tókþóri og skírni í trjátegundunum sem sagt fyrir staðaferru, sérikjörninni, sígurverki og ösp. Og þetta er svona pinnar sem við setjum í vélar til þess að mæla styrk. Til þess að beygju tókþóli er mæling á því álæði sem viðurinn þóli áður hann brotnar og stífnin er það mikið að svigna, getur maður sagt, áður hann breytur lögum. Það er bara svona sýna okkur hvernig þetta er sett upp. Þetta er svona 4 punkta uppsetning. Þetta er gert í Linné-háskóla í íslensku efniveiðu sem fór þarna í pröfu í test fyrir styrk og tókþóli. Bara sýnum hérna örstutt úr þessari, ég er að vinna í þessu núna, klára bókaskýrslu. Ég sjá bara hérna hvernig samband er milli lúnþyngdar og beygju tókþóls. Jafnvel í öspinni, eftir sem öspinni er lúnþyngri, þá er með hærri beygju tókþól og auðvitað sitkagrænir líka. Mjög hár fylgni. Við skoðum aðeins svona grunneðlisþyngd og stífni og sjáum við öspinni, það er eiginlega ekkert samband með lúnþyngd í ösp og stífni. Aftur á móti sitkagrænir, það er mjög góð til fylgni fyrir stífni og lúnþyngd. Og hérna sjáum við það bara svona heildar niðurstöður þessar samanburð á tegundum varðandi beygju tókþól og stífni og grunneðlisþyngd. Og kannski ekkert skrítið en síbermerki kemur alveg best út. Þetta er svona sterkasti viðurinn sem maður er með. Og lúnþyngdin er meðal-lúnþyngdin var langhæst hjá síbermerkinu. Sitkagrænið er mjög sterkt, er samt frekar lúnþyngdin ekkert mjög há, samt er það mjög góða viður. Og þetta stærst algjörlega bara alla erlenda staðla styrk og stífni viðsins. Öspin kemur aðeins lakari út, en öspin er þetta frekar breytilegir lúnþyngd. Þið sjáðu hérna uppbyggðum þess
Hvernig öskri getur verið mismunandi, mikið loftrými í öskri, þetta er klóna dálítið mikið, það getur næstu verið 50% munur á rúmþyngd í öskri, þessi klónavali. Svo bara dæmi hérna litla gerslástofu á Fljótsdalshéraði sem er þá smíður úr ösk, mestum hluta. Svo er nýja brúin yfir Þjórsá sem er hérna timbur og límtri og Siglagrenni. Þetta kemur aðra á Haukadal eða á Suðurlandi, efniviðurinn. Er þetta framtíðin? Ég held ekki, þetta er ekki framtíðin. Hérna heima á Íslandi, en hérna sjáum við stærstu sólumönnum Svíþjóðar sem sagði 300.000 metrar á ári. En líklega er framtíðin eitthvað svona sveita, svona minni sögunarmilla sem sagði kannski 5-30.000 eða 50-20.000 metrar á ári. Og gefur þá störf í sveitum við kannski 5-10 manns geta unnið svona sög. En þetta er líklega framtíðin, þetta hérna er líklega ekki framtíðin. En við vitum það að þetta er framtíðin. Þá bara segjum við eitthvað annan koma okkur eða búin tíma. Við þurfum að eiga 100.000 hektara af nytjaskógi til annað eftirspurn eftir við á Íslandi. Og gæðarannsóknir á íslenskum farvegi gefur til kynna að hann stenst fullkomlega samhverf við timbur. Vandamálið er oftast það bara að sá þáttur sem helst hefur áhrif á gæði. Það að skógurinn er vaxið upp á opnu landi, hann er ekki nógu vel hirt skóginn kannski, ekki fengur nógu góða umhirðu. Þess vegna munum við afurðir sem skógar sem vaxa upp í dag kannski ekki lenda í efstu styrkleikaflokkum, ekki besta timbri til þess að byggja á og sem nota sem burðarvirki. Vegna þess að kristalsleiðið er ekki tengt við sem burðarvirki. Samtidig er breytileiki milli tegunda. Við vitum það öll að sitkagreinin sem vex upp í hæfilega þéttu skógi og fengir sæmilega umhirðu þegar í dag gefur af sér úrvalstimbur sem hægt að nota í byggingar sem burðarvirki. Og svo er þetta fyrir austan allri lerkiskóga og hirti sem er að vaxa upp og vilja gefa okkur úrvalsefni við framtíðinni bara næstu árum og áratugum. En þá bara þakka ég til mjög. Ég vona, þú virkar. Nú ætla ég að bjóða hann Eirík Þorsteinsson frá Sértækni ráðgjöf að koma hér og hann ætlar að fjalla flokkun og staðla og CE-merkingar. Ágætu fundargestir og takk fyrir að hafa boðið mér að vera hérna með ykkur. Ég byrja fyrst að snúast í kringum skógræktina í Viðarnýtjar, svona í kringum 1990 og búinn að vera snatta í kringum þetta síðan, en ég hef komið víða við í sambandi við flokkun og nýtingu á timbri og mest hef ég verið að vinna í Lettlandi, Íslandi og Lettlandi. En svo hefur þetta nú svona þróast þannig að ég hef verið að koma hérna meira og meira inn í skógræktina og verið að aðstoða við ákveðna hluti. Og þar á meðal er þetta flokkunin á timbrinu og staðlanir og svo erum við að tala allir CE-merkingarnar. Nú, þegar við erum að tala flokkun á timbri og CE-merkingar þá er að raun og veru markmiðið tvíþætt. Annars vegar erum við að tala styrkinn í timbrinu og hitt er útlitið. Við þekkjum það hér á landi að þegar farið inn í timburvöruverslanir að þar er áberandi að það timbur sem er þar í hillunum, það er styrkflokkar. Það er með merkingunni T1 eða C18 eða C20 eða T2 og menn horfa á þetta og
og leggja mat á þá og segja að þetta er bara gott timbur og horfa á þetta jafnvel og meta þetta eins og þetta sé útlitsflokka timbur eða þannig, en styrkurinn sem timbrið er flokkað eftir, það hefur ekkert með útlit að gera. Þetta getur verið forljótt efni og þetta verður að hafa í huga. En það er bara einfaldleikinn sem er í merkinguna á timbrinum sem gerir það verkum að menn falla þetta fyrir þetta. Hérna sjáum við frá Stóru Enso hvernig útlitsflokkað timbur er merkt frá þeim. Og fyrir þá sem ekki þekkja til, þá er þetta náttúrulega alveg hreint bara lokuð bók. Nú, verkefni sem ég er búinn að vera að vinna með skógræktin í núna undanfarið í sambandi við flokkun á timbri, það er fyrsta lagi er að við vorum svo heppin að við komumst á stað með þetta límtrésverkefni. Það er að segja að við bjuggum til 15 límtrésbita úr mismunandi viðartegundum. Þar vorum við með öspina, grenið, furuna og lerkið og síðan tókum við greni, rauðgreni frá sem er notað í límtré sem límtré var flúður notað og límtum úr því. Þetta er eitt af þessu verkefni sem við vinnum og síðan er það Þjórsárbrúin. Það er verkefni sem ég fekk tækifæri til að vinna með skógræktin í. Síðan er það trébroksverkefnið og það er þetta skemmtilegt verkefni. Þar erum við að vinna með gæðamáldaldið og þar fyrsta afurðin er þarna gæðafjalir sem við erum búin að gefa út og þar þetta er raun og veru biblía það hvernig við getum flokkað, útlitsflokkað timbur. Þetta er upplýsingar. Þetta er bók sem er raun og veru það er öll Norðurlöndin verður sammála það að þetta er flokkunaraðferðin sem verður notuð til þess að útlitsflokka timbur. Það eru sögunaraðferðinar og aðferðina við að flokka. Nú síðan er líka það sem við höfum verið að gera í trébroks, það er það sem Óli Eggers var að minnast á, það er öspin. Við erum verið að skoða það. Nú, ég vil aðeins tala meira þetta sem er límtrésframleiðslu og það er skemmtilegt þessar súlur sem eru þarna. Þarna sjáum við öspina hvað hún kemur sterkt út og svo sjáum við lengst til hægri, það er sænska efnið, þess að rauðgreinið og það kemur best út. En við skulum hafa það í huga að við vorum að nota efni sem eru úr fyrstu grísjun þetta í þessa tilraunaframleiðslu og það er alltaf vandamál með þetta þannig og starfsmennir á límtrégaflúðum þeir voru ekki vanir því að taka þetta svona efni og vinna með það. Þeir voru vanir því að vera að vinna með rauðgreiðin sem kom frá Svíþjóð sem var sérstaklega flokkað fyrir límtrésframleiðslu og þetta sýndi sig að niðurstöðun urðu ekki eins og við byggust við, en samt við vorum pressið með þetta og ef við horfum á neðstu myndina þá eru þarna tölur, það eru öspin og þar sjáum við að meðaltalið sem í fingruð efni var 41 newton per millimetra og síðan er það ófingra efni að það er 45 newton per millimetra. Þannig að öspin, hún sýndi það að hún hefur góðan burð. Nú, Þjórsárbrúin, það var mjög skemmtileg verkefni og þar raun og veru vorum við að vinna með tvenns konar flokkun. Annars vegar vorum við að vinna með flokkun fyrir límtréð sem var notað í brúna og hitt í dekkið sem var notað í brúna. Og þetta er dálítið mikið magn sem við erum að nota. Þetta sem samsvaraði, við tókum úr Haukadalsskóginum, var ekki rétt, allt saman tekið úr Haukadalsskóginum, 500 bolir sem voru teknir, það er ekki lítið magn. Og Jóhannes sá að saga þetta allt saman. Það er ótrúlega dugnaður. Nú, ef við aðeins kíkjum á tölurnar
úr niðurstöðunum í sambandi við límtréð í Þjórsárbrúnna. Þar lentum við aðeins í vandræðum. Það er þannig að við flokkum efnið, það fór í þurrkun hjá límtréðaflúðum og síðan tóku þeir það og unnu það holt og bolt í þessi tré og tóku, en í allir svona framleiðslu þá eru tekin sýni og í þessu tilfelli þá voru tekin 15 sýni sem voru síðan brotin og út frá því var síðan metið í hvaða styrkflokk þetta efni gæti verið sem við notum síðan í límtréð. Og niðurstaðan var svo að heildarniðurstaðan var svo að það er 27,44 newton fermillimetrar var einkennisgildi sem kom út úr þessu sem þeir myndu þora að nota sem útreikninga fyrir þessi límtréð. Og þetta var dálítið, við vorum ekki alveg kátir með þetta en við erum að sætta okkur við þetta og þess vegna verðum við að færa okkur niður einn flokk í þessu sambandi og fara niður í T1 eða C18 sem er 22 newton per millimetri. En þetta þýddi það að þegar þessi límtréð voru metin út frá flokknum 14.080 að þá erum við með límtréð sem er í styrkflokk GL20 sem við sjáum sem mjög ásáttanlegt og verkfræðingarnir voru bara kátir með það. En síðan þetta neðsniðri þar sjáum við aftur tölurnar á greninu sem við vorum að fá út úr þegar við vorum með límtréðsprófaðar. Og það sýndi sig, þetta eru tölurnar sem við vorum með væntingar að myndu koma út úr þessu. En það gerðu það ekki. Ef við horfum svo aftur á þetta lengst til vinstri, töfluna þetta neðsniðri, þá sjáum við það að neðstu lamellunar þær skila mjög lélugu árangur. Þetta er okkur dæmi gert svona prófanir. Þannig ef við hefðum verið með þessar lamellur þannig að þær hefðu verið hærri, þá hefðum við lent í flokki ofar með límtréð. Öspin sem Óli Eggerts var að tala og við erum með í trefloksverkefninum, það er þetta áhugavert. Það er þannig að á sínum tíma, þegar við 1982, þegar kom byggingarreglugerðin og sagði að allt timbur, það verður að vera flokkað eftir birgðaflokki. Og þá var notaður flokkurinn DS 431. Vissu þetta er vitlaust skrifað, þetta er 413, heitir staðallinn. Þetta er áslagða vitlausa. Síðan gerist það að Norðurlöndin tóku sig saman það og skrifuðu nýjan staðal. Og það er innsta staðal 142 og í þeim staðali, sem sagt 1997, þá er öspin inni. En síðan var þessi staðall endurskrifaður. Og þá var öspin tekin út úr. Og menn hafa verið að spyrja mig af hverju það var gert. Ég satt í þessari nefnd sem var að endurskrifa staðal. Og þá eina sem ég gat sagt var það hin Norðurlöndin ekkert að nota öspina í burð, þannig að þess vegna ákváðu þar og við erum bara undir ég og Jón Sigurjónsson að öspin var tekin út. Síðan eitt í þessu sem er náttúrulega staðreyndin að við erum að nota staðal sem heitir 14.081 og hann er fyrir styrkflokkun á timbri með vél og einnig er líka útlitsflokkun í henni. Þar inni er öspin. Þannig að í sjálfu sér þá gætum við flokkað öspina í burðarvið með þessum staðli. Síðan er hérna textið þarna til hliðar, ég ætla ekki að fara í gegnum hann þið fáið þessa glæru og getið þá lesið í gegnum þetta. En ég ætla að nefna þetta hérna. Ég var svo ánægður að ég
komst á mynd þarna hjá Verk og Vit, þar sem var verið að tala kolefnasporið og þetta akkúrat málið sem með skógræktina að þeim sem voru að fjalla kolefnasporið þarna þessari ráðstefnum, þeim fannst þetta verkefni vera mjög skemmtilegt, límtrésverkefni mjög skemmtilegt. Og þetta væri raun og veru framtíðin til þess að minnka kolefnasporið að fara að nota íslenskt timbur. Tíminn búinn þá og ég ætla að enda á þessari glæðri CE-merkinguna. Málið óskum einfaldlega það að við getum ekki CE-merkt íslenskt timbur hér á landi eins og Það enginn hér sem hefur faggildingu til þess að gera það. En aftur á móti, við erum búin að opna umræðu við Mannvirkjastofnun, Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun og erum búin að funda eitt fund með þeim og út af COVID og annað þá dálítið dregist á þessu. En væntanlega núna verður tekið á þessum málum og við finnum út úr þessu. Það er að láta þetta duga. Já, takk fyrir. Heyrðu, næst það hún Bergþóra Góa Kvaran sem kemur frá Umhverfisstofnun og hún ætlar að fjalla umhverfisvottun og svansmerkingar. Já, hér það. Já. Já, góðan daginn. Takk fyrir að fá mig í heimsókn. Gaman að vera hérna með ykkur. Eins og er búið að koma fram, þá ætla ég að tala timbur og svona kröfur timburs, kröfur sem eru gerðar til timburs í svansvottubyggingum. Og ég ætla svona að byrja á endinum, en erindi mitt fjallar þetta, getum við notað íslenskt timbur í svansvottuðarbyggingar. Og ég þarf því miður að hryggja ykkur með því að ég ekki alveg með svarið, en ég ætla svona að segja ykkur frá ferlinu og hvernig við erum að vinna í að fá jákvætt svar fyrir okkur öll. En ég eitt af náttúrulega bara mikilvægastu atriðunum og ég tek undir með Eiríki að við þurfum að auka byggingar hráefnisframleiðslu hérna á Íslandi og við erum með ótrúlega hátt kolefnisspor miðað við til dæmis nágrannaþjóðir okkar. Enda erum við bara eyja og kannski svolítið sérstök að því leytinu til. Þannig að allt sem að kemur að því að stuðla íslenskru byggingavöruþróun, við fögnum því klárlega hjá Svanurinn. Svanurinn hins vegar stöðluvottun og það eru miklar kröfur, þannig að við erum auðvitað bara eitt land af nokkrum sem með Svaninn og þurfum að fara í gegnum svona ákveðið ferli þegar kemur að því að skoða undanþágur. Ég fer betur í það af hverju við þurfum undanþágu til þess að geta nota íslenskt timbur í Svaninn. En núna höfum við hafið svona samráð við faghóp sem vinnur á þessum kröfum raw material og við erum bara bjartsýn á framhaldinu. En ég ætla að segja ykkur svona aðeins frá ferlinu hvernig þetta er. Byrjum aðeins á svansmerkinu. Þið þekkið kannski mörg merkið. Þetta vottar heilan helling, snyrtivörur og hitt og þetta, en líka byggingar og byggingarefni. Þetta opinbert umhverfismerki Norðurlandana og var stofnað árið 1989. Þetta er svona heildræn nálgun í þessu, þannig að tekur mið alveg frá vöggu til vöggu. Þetta umhverfismerki sem típa 1 samkvæmt þessum ISO-staðli 1424 sem þýðir bara að það frjáls þátttaka, viðmiðin eru þróuð af sérfræðingum og kröfurnar eru hertar reglulega. Það mjög mikill uppgangur í svansvottuðu byggingum í dag. Það kannski ekki mikið sem komið svona formlega með leyfið en það rosa mikið af umsóknum í gangi og við finnum alveg svakalega aukna eftirspurn eftir þessu. Þannig að við sjáum bara fram á það að þetta verði vaxandi geiri í framtíðinni. En þá það kröfurnar, það svona kannski aðalatriði sem ég ætla að tala um. Viðmiðaskjalið sem við notumst við þegar við erum að votta nýbyggingar og endurbætur
er með tvenns slags kröfur. Það er skyldukröfur, obligatóri kröfur og stigakröfur. Skyldukröfurnar eru bara eins og nafnið segir gefið til kynna að það er skylda að uppfylla þær til að fá vottunina, en stigakröfurnar eru valkvæðar. Það þarf bara að uppfylla ákveðin lágmarksstig en það má velja eftir svona hentisemi verkefnisins. Svo ætla ég líka aðeins að nefna að þegar að bygging er samsnotuð og þá þarf í rauninni samþykki eða vottun á öllu byggingarefni sem fer í bygginguna. Það þarf að halda utan efnislista og já, eins og ég segi, þetta þarf í rauninni allt að fara í gegnum okkur til að fá samþykki. Samþyktarferlið og vottunarferlið er gjörólíkt. Það er hægt að svansvotta alls konar byggingarvörur, þar á meðal timbur. En það er í rauninni ekki það sem svanurinn kannski gerir kröfu þannig að það þarf ekki að vera svansvotta timbur til þess að hægt sé að nota það í byggingarnar. Samþyktarferlið er hins vegar það sem ég ætla að fara meira í og það er eitthvað sem ég held að við getum komið íslenska timbrinu, er að vonast til að við getum komið íslenska timbrinu í gegn. En það felur í rauninni í sér að bara timbrið uppfylli ákveðin skilyrði. Kröfuflokkarnir í nýbyggingunum eru þessir og timbri fellur undir efnakröfurnar, eins og kannski eðlilegt er. En svona síðan aðeins til að flækja þetta, þá erum við núna að vinna með viðmið sem er útgáfa 3, en það eru síðan að fara að taka gildi ný viðmið. Þau taka örugglega gildi í lok árs, mögulega byrjun næsta árs. En þá breytist þetta lítillega. Það er nú reyndar með timburkröfurnar og það breytast ekki mikið, þannig að við þurfum ekki að flækja þetta of mikið. En eins og timburkröfurnar eru í dag í viðmiðunum sem eru núna gildandi, að þá bara eins og ég segi, þurfa öll byggingarefni að vera samþykkt eða vottuð á svaninum. Trjátegundir, það er svona ákveðin listi við trjátegundir sem er ekki leyfilegar í svansvottaðar byggingar. Ég veit ekki til og ég held ég geti alveg fullyrst það að það er engar íslenskar tegundir sem myndu falla á þann lista. Þetta eru aðalega tegundir sem er kannski koma úr skógum sem stunda ólöglega skógrækt eða er þetta viðartegund sem er í útrýmingahættu eða eitthvað svoleiðis. Síðan er það svona stærsta krafan sem ég ætla að fara mest í og skiptir okkur mestu máli og það er þetta ákveðið hlutfall af timbri í byggingunni þarf að vera FSC-vottað eða PEFC-vottað. Síðan eru ákveðnar kröfur á gagnværi timbur og síðan er þarna stigakrafa fyrir timburburðarvirki, þannig að þið fáið plússtig eða auka stig fyrir það að vera með burðarvirki úr timbri eða klæðningu úr timbri. Þannig að það var svona verið að hvetja til þess að nota frekar timbri heldur en steypuna. Fyrstu 3 kröfurnar eru þessar skyldukröfur, þannig að það verður að uppfylla þær, en stigakrafan er þá valkvæð. Síðan eru það þessi 9 viðmið þá sem að taka gildi og þá breytist í rauninni ekkert rosalega mikið. Það verður svona takmörkun á þessum lista sem ég talaði yfir þessast bannlista. Það er hægt að fá undanþágur gegn því að nota þessar viðartegundir og það fellur eiginlega bara meira undir þessa FSC-kröfu. Ég ætla nú aðeins að hlaupa bara yfir þetta, en hérna er þessi listi sem ég var að tala um. Þetta er svona þeir byggingarhlutar sem að falla undir O28 kröfuna sem er þessi FSC-krafa og það er til dæmis burðarvirki, undirlag á þökum, panel innanhús, utanhúsklæðning og svo bætist við í nýju kröfunum viðargólfefni, viðarlistar, hurðir og svona meiri kannski innanhús detailar. Krafan er þannig að 70% af timbrinu þarf að vera FSC eða PEFC-vottað af öllu þessu timbri sem að fer í bygginguna. Og ég ætla svo sem ekki að fara djúpt í FSC-vottun, ég veit að það eru örugglega flestirinn inni sem þekki það, en það þýðir náttúrulega bara einfaldlega það að þetta er þessi timbur sem kemur frá skógum sem eru reknir á ábyrgan hátt og eru samfélagslega hagkvæmir, umhverfismeðvitaðir og efnahagslega hagkvæmir. Það þýðir líka að það er ákveðin rekjanleiki í vottuninni, en við vitum öll að það kannski var eitthvað sem er auðvelt fyrir íslenska skógrækt að uppfylla. Restin þarf að vera stjórnuð af FSC eða PEFC, controlled wood eða controlled sources og aftur veit ég að þið þekki þetta örugglega mörg, en það er bara það að þá er timbrið blandað vottuðu timbri og óvottuðu timbri. Og þá er það hvar við stöndum. Eins og þið vitið þá eru náttúrulega íslenski skógar ekki FSC-vottaðir.
En að mörgu leyti uppfylla þær kröfur sem FSC-vottun gerir. Þannig að það er svona það sem við erum að fara með inn í okkar samtal við Svaninn og með þeim rökum að við viljum auðvitað stuðla í íslenskri framleiðslu og minnka flutning. Svanurinn biður þessa rekjanleikavottun og í dag hefur verið gerð undanþága gagnvart byrgjum af því að það er líka beðið FSC-vottun hjá byrgjunum og eins og það eflaust vitið að þá hefur þangað til núna enginn verið með slíka vottun en efnissalan er nýkomin með hana. Þannig að við erum nú þegar að vinna með einhverjar undanþágur. Við erum búin að vera í smá samtali við Skógræktina og svona aðeins að kynna okkur og þetta er náttúrulega bara vinnið þið eftir þessum skógræktarlögum og þau eins og ég segi falla vel að FSC-vottuninni þannig að það er líka eitthvað sem við munum klárlega að fara með inn í samtalið okkar við Svaninn. Og síðan er bara svona það sem við höfum fengið frá þessum hóp sem að svona sér þessa kröfu er að það er bara mikilvægt að sýna fram á kvittanir. Þannig að það er eitthvað sem þarf að hafa í huga þegar að vera að framleiða viðinina, þannig að það er sýnt fram á hvaðan viðurinn kemur. En aftur, við erum auðvitað mjög heppin hérna að þetta er auðvitað enn sem komið er lítill markaður en vonandi mun hann vaxa og þannig að það eru fáir mikið milligönguaðilar þannig að rekjanleikin ætti nú kannski ekki að vera vandamál hjá okkur. Þannig að við erum bara bjartsýn með þetta. En eins og ég segi aftur, þó því miður get ég ekki komið með jákvæðar fréttirnar eins og mér langaði að vera með en við eigum fund með þeim í apríl og þar ætla ég að fara á fundinn og svona tala mínu máli og reyna að koma þessu í gegn og vonum bara það besta. En við erum 3 í byggingunum og allar með misjafna menntun og misjafnan bakgrunn, þannig að endilega hafið samband við okkur ef þið erum einhverjar spurningar og við erum alltaf til í samtala þegar við erum auðvitað ekki sérfræðingar í timbri eða skógrækt og fögnum allri umræðu og öllu sem getur hjálpað okkur að stuðla að íslenskri og íslenskri hráefnaframleiðslu. Takk fyrir. Þá er komið að því að þau setjast hérna í pallborð og mér langar til þess að kalla hérna til líka hana Bergljótu frá Umhverfisstofnun. Ég veit ekki hvað stóttir þú ert, en það skiptir ekki. En svo er hann Bjarki frá Skógarafurðum sem kemur hér sem frumkvöðull og skógarbóndi. Ég man ekkert heldur hvað son þú ert, en svo er Hreinn Óskarsson, sviðsstjóri Þjóðskóga. Hann ætlar að bæta sig opinn. Jæja, takk fyrir þessi erindi. Ég ætla að reyna að halda tíma. Við höfum 20 mínútur samkvæmt hérna öllu og þetta voru frábær erindi og ýmislegt sem kom hérna fram. Bæði Óli nefndi þarna atriði varðandi það hvað við þurfum mikið af nytjaskógi til þess að anna bara svona lítilli sögumilju. Síðan talaði Eiríkur gæði og styrk og svo var hérna fjallað svansvottun og mér langar til þess að spyrja, þetta er nú alveg svo útbrotað hjá mér hérna, er þetta hægt? Hvernig getum við gert þetta? Getum við, ég er ekki hægt, er þetta hægt? Ég skal byrja, já. Komið sæl. Já, þetta er hægt að sjálfsögðu. Og það er búið að vinna mikið síðustu áratugi. Og eins og þið heyrðu það er búið að taka prófanir, styrktarprófanir á íslenska timbrinu og íslenska viðinum og það eru komnar byggingar úr íslenskum viði, það eru sögunavinnur hér og þar og svona aðilar sem Bjarki sem er að setja upp alvöru sögunavinnur sem kannski eins og Millan sem að Óli sýndi myndir af.
Við eigum skóga, eins og við sjáum hérna til dæmis í baksýn, sem standa hundruði rúmmetra á hverjum hektara af bara ágætu timbri, sem alveg hægt í sögu. Við eigum verktaka sem að saga, grísja með vélum og náttúrulega keðjusögum og flutningsaðilar til að flytja timbrið og það er í rauninni komið mjög langt. Það er margt komið en eins og kom fram þá erum við með ákveðin flöskuháls sem er vottur. Við getum ekki selt þetta timbrið hvað sem er. Þetta er svona búið að vera sér framleiðsla hingað til. Þannig að það eru svona nokkur atriði sem þarf að leysa, en þetta er hægt og það er til timbrið. Bjarki Jónsson, eigandi og framkvæmdastjóri Skógarvarða. Já, þetta er hægt, en ég ætla að segja bara þess að tröstu við skulum halda bara á jörðinni. Að það er einmitt vottanir sem hafa áhrif í dag og halda okkur niðri. Það er 2 ár síðan ég byrjaði að gaufast í svansvottun, sóttum styrk á lóunni og fékk ekki styrk fyrir því. Og þá fór ég og sneri mig til Skógræktarfélagana og fékk það í lið með mér og við fórum og fengum Eirík og LSE með okkur í lið líka og síðan fórum við til Reyns og fengum hann með okkur í lið líka. Og út frá því var stofnað þessi hópur sem er að vinna í þessu vottunarmálum núna. En kannski við berum saman stofnanir og einkafyrirtæki. Ef að stofnun er Skjaldbaka þá er einkafyrirtæki Héri og það er rosalega erfitt fyrir Héran að halda sér bak við Skjaldbökuna. Það er saman hvað við spöngum í Skjaldbökuna, hún er aldrei hraðar. En þetta er samt búið að ganga ótrúlega vel og ég held að þetta komi til með að ná endur saman í þessum vottunarmálum. En burðarvirki og sévottun verður aldrei fyrir en að alvöru sögunarmila er reist sem er sévottuð af því að 90% partur af sévottuðu timbri er framleiðslan og verksmiðjan sem framleiðir timbrið. Þannig að við erum svolítið langt til land þar. En ég held að við ættum að halda okkar aðeins niðri í burðarvirki og iðnaðar timbri og einbeitt okkur að því sem við erum að gera í dag er augnindi, þar sem við erum að framleiða klæðningar, panel, parkett, þetta sem heillar augað og reyna að halda okkur þar af því að við getum alveg annað stórum part af þeim markaði. En við þurfum að fá svansvottan í gegn af því að allavega ég veit að Skógræktarfélögin eru að lendi í því líka, að ég er að fá símtal svona 1-2 í mánuði með verkefni í svansvottaðar byggingar og við megum ekki framleiða klæðningar í þau. Þannig að við erum að missa svolítið svona kúnnahóp að geta ekki selt umhverfisvæntan timbur. Ég heiti Bergljót og ég er frá Umhverfisstofnun, Skjaldbökunni. Já, mér langar kannski aðeins að verja Umhverfisstofnun í þessu umræðu vegna þess að það sem alltaf stendur í svarinum er þessi FSC-vottun. Og þannig að það er einhverjulega ekki svansvottunin sem er vandamálið og okkar vinna heldur sem sagt vandamál íslenskar skógræktar við að fá FSC-vottuna. En eins og Bergþór kom inn á þá verðum við að gera okkur besta til þess að tala máli okkar litla Íslands í þessu máli og vonumst bara til þess að niðurstaðan verði góð fyrir alla. Já, ég tek undir það. Ég held þú veist, maður fór ekki að lofa neinu en ég er alveg bjartsýn á það að fá undanþáguna til að nota hráefnið í byggingarnar. En þegar kemur að svansvottun timburs, en ég veit að það er kannski ekkert endilega það sem þið eru að sækjast eftir, að það er miklu stærra og erfiðari ferill. Þá verður ennþá harðari krafa FSC-vottunina og þeir eru ekki að fara að gera auðvitað undanþág þar og þar eru þið að fá þá ákveðin stimpil á vöruna á meðan varan að vera samþykkt og vera leyfileg í svansvottuðu byggingu, þetta er náttúrulega bara ein vara af mörgum og í rauninni svona minna kannski vandamál eða þannig. Þannig að ég er alveg bjartsýn á að þetta sé hægt með svansvottuðu byggingu og samþykktu vörurnar. Og svo kannski í framtíðinni þá
þegar þetta er allt orðið miklu stærra og meira þá getum við kannski farið í sjálfa vottunina á hráefninu. Já, spurningin er þetta hægt? Svarið er já. Já, þetta er ekkert að lækja málið. Auðvitað er þetta hægt. Og það verður svo til að ég er nokkuð bjartsýnn bara á það að næsta ári þá verðum við komið með þær vottanir sem við þurfum og Bjarki getur bara að slappa af og við verðum komið með 7 vottur. Það er sko það sem ég finn í okkar samfélagi í dag að það er áhugi fyrir íslenskt timbur. Ég finn það bara arkitektar, verkfræðingar og aðra sem hafa samband við mig. Það er mikill áhugi á þessu og það er allir tilbúinir að reyna að gera sitt besta í þessu máli og ég á von á því að það bara gerist á næsta ári. Já, ég kannski koma aðeins inn á þessu fyrst sem það. Við erum búin að gera þetta viðamagnsspár í 20 ár, misskoðar. Það verður alltaf betur og betri. Og ég ræddi þess að Arnar í vikunni og hann nefndi það að í skógunum liggur, er miklu meira hráefni eftir að vera náttúrulega sem við höfum nýtt. Við höfum nýtt svo lítið hlut af því hráefni sem er í skógunum í dag. Þannig að það býður eftir okkur. Líklega svona 7.000 hektarar af skógi sem eru gróðsettir fyrir 1990 og þar má segja að samkvæmt tölum viðanýttir þá líklega 20% af því sem er í skógunum í dag. Þetta mun auðvitað bara aukast, þannig að það er mjög mikilvægt að auðlindin er til og svo á komin nýlega út spár fyrir þá landsbyggðarfrekar sem er svona aðeins nákvæmlega spár við sem við höfum í skógunum. Það er ná efni við til. Þannig að fyrsta skrefið er að drífa í FSC eða PEFC. Hvaða vottunum kemur til að heita það slíkt, það er hann á mann. Ég veit að þeir hérna hjá umhverfisstofnun eru alveg tilbúin að vinna með og eins og ég segi, það sagði áðan að það eru líka aðrir arkitektar, verkfræðingar og aðra sem hafa áhuga á þessu máli. Ég er ekki nokkur að það gerist. Já, ég held, og því svo sem takkir það betur, en mér skilst að náttúrulega þessar vottanir séu mjög dýrar og umfangsmiklar, þannig að það kannski borgar sig ekki á meðan framleiðslan er ekki stærri en hún er í dag. En ég kannski ekki neitt að valsa til að svara það. Já, ok. Ég vil bara nefna það sem Bjarki sagði, að þetta er þetta framleiða mjög fallega vörur á íslensku við og þessi ekki burðarvirki. Og það er til dæmis eitt dæmi hérna á fyrstu hæðinni. Það er hillureggur úr ösp, Hasselheim. Við erum búið að bæsa svarta, sem kemur mjög flott út. Svo sjáum við listana í matsalnum. Við erum tók eftir í gær. Það var listan í loftinu, er það ekki frá þér líka? Nei, það var innflutning. Það var innflutning. Var það innflutning? Já, það er innflutning. En Bjarki veit meira þetta, þetta er svo húsi. Stóru náttúrulega og íslensk ösp, og greini. Já, takk. Hefur við langar til þess að bjóða einhverjum að koma með spurningu inn úr sal? Þegar við höfum smá tíma. Er enginn sem vil koma með neitt hérna og nefna spurningu? Já, hérna, þetta er greinilega ekki málið hjá fólki í dag. Já, ég nýtti tíma minn illa á það, sagði bara já. En það er ágætt að það komið fram að það er mikið að gerast í þessum gera hjá okkur í Íslandi varðandi úrvinnslu á timbri. Bara það eitt að nánast allir sem er að saga timbur úr íslensku skógum í dag
eru farnir að vinna saman. Það mikil þekking til hér á Íslandi hjá einstaklingum. Núna hópur sem kallað fólki á Sauginni að hittast og fræðast og allt svoleiðis. Bara það eitt að ná þessum öllum Íslendingum saman sem að hafa mikla reynslu eða sumir kannski minni og láta fólk fara að tala saman vegna þess að það er ekkert sjálfgefið að kunna að þurrka til dæmis sem við kunnum ekki. Eða sagar og ná bestu bitanum úr timbrinu. Þannig að það er mikið að gerast og ég hef mikla trú á því að núna á allra næstu árum að koma nokkrir bjargar hringinn í kringum landið og setja af stað ekki stórar vinnur en svona setja sæg af stað fyrir að nota meira timbur úr skólanum. Við sjáum hér allan á Suðurlandi það til timburstæður við Asparskóga. Það eru bara við skógarna. Skógarna voru grisjar og það eru Asparstæður þannig að við erum ekki komin lengra þetta. Þannig að það vantar svona svolítið að setja meiri kraft í úrvinnsluna eins og við komum fram að það er ekki stílbörðulega til. En ég bara fullur bjartsýn á að eins og þessi fína hópur sem er komin á stað eigi eftir að skila miklu inn í næsta ári. Þegar við varst að tala ösp, þá erum við alltaf inn í því að finna nýja vörur og við veitum að það er að falla til að við gríðum baka ösp hérna á Suðurlandi sem er að koma í vinnslu. Í gær var ég á fundi með einn bara stærstu fyrirtækjum landsins og þeir eru að framleiða vöru sem er notað einhverju timbur í og við erum núna að fara inn í því að anna þeim. Þá vantar okkur 140 km ösp á ári þess að sinna því verkefni. Þannig að og einnig höfum við byrjað að gera 3 verkefni. Við erum byrjað að gera tilraun með gólfefni úr ösp og það er tengt að býsna vel. Við erum að fara af stað núna með að við þurfum að prófa að finna út hörku í mismunandi kvæmum í öspinni. Því að öspin er mjúk en hún er seig og allt sem hún er svona seig að þá einhvern veginn nær hún að halda sér ótrúlega þessa gólfefni. Þannig að það er margt í tenglunum með ösp og svona til gamast þess að ítönd þess að glæri sem er hérna áðan að við notum 250 tonn af timbri á síðast ári. Þannig að við hefum svolítið langt í landi upp í þessi 20.000 tonn. Já, það er einn spurningin úr sal, Trausti. Já, komið sæl, Trausti Ríðarskógar á Suðurlandi á stofnunni. Takk fyrir góðverðið. Nóg að spyrja aðeins nokkrar spurningar hérna. Til dæmis eins og með allt þetta vottunarferli og fá þessar vottanir í gegn, eru einhverjar hömlur á þeim tegundum sem við notum? Það er gráfið. Og svo langar mér líka bara svona forvitnaskvört að, eða svona þetta skiptaði niður, hvað er deglunu hjá okkur skógareigendum, það er ríkinu og ríkaðurum í viðarnotkun, hvaða viðarafur erum við að fá og er fyrir sjáanlegt að við séum að bara nota eitthvað annað en við erum að gera. Og hvað getum við gert til þess að hámarka okkar verði út úr skóginum? Þetta er mig. Já, náðu þessum spurningum. Hver er byrja? Hver? Þetta er leikvall, neðjúk. Ég náðu nú ekki spurningunum en ég skal svara. En ég skal taka síðustu spurninguna. Í sambandi við að hámarka. Það sem að málið snýst er í rauninni að við getum selt sem mest af þessum viði sem kemur út úr skóginum. Og að hluta á hann verður timbur sem hægt er að saga. Við vitum það. Og þá er það spurningin með hitt. Við höfum selt heilmikið til Elkem síðustu árin og PCC og síðan eru fleiri aðilar sem hafa haft samband og getum við að tjá okkur skilst mér, en það er svona að vera að undirbúa fleiri verkefni. Það sem er hægt að nota í rauninni greinar jafnvel og eitthvað til að búa til einhverjar afurðir
En það þýðir þá líka að við getum þá grísað skóana, tekið lakara efnið í svoleiðisframleiðslu, sett bólina í fletningu og annað slíkt, þannig getum við hámarkað virðið. Þú ætlar að taka næstu spurningu, eða það er spurning 2. Við getum ekki það. Hæ? Heldur þú ég muni það? Ég get ekki Takk fyrir átökinn. Sko, nei, ég held að ég sé ekki alveg hvað ykkur þegar allavega varðandi svansvottun og að vera leyfileg í svansvottaðar byggingar, að þá er tegundin, það er einhver hömlur á tegundinni allavega sem við erum að rækta hér. Það eru hömlur á ákveðnum viðartegundum en það hefur oftast með eins og til dæmis viðartegundir sem komur skógum sem eru þekkt fyrir ólöglegt skógarhögg eða ólöglega skógrækt. Það á við viðartegundir sem eru í útrýmingahættu. Þið kannski getið svarað því betur en ég held alveg örugglega að við séum ekki að vinna með neitt svoleiðis hérna. Og ef ég skildi rétt þá er það bara í lögum, þannig að nei, það ætti alls ekki að vera vandamál. Ef við erum að tala bara um FSC-vottunina, þá er ég svo sem ekki sérfræðingur í henni og hefur náttúrulega ekki verið að vinna við slíkar vottanir, en mér skilst að það ætti ekki að vera flókið fyrir íslenska markað að fá FSC-vottun. Það væri bara dýrt og langt og strongt ferli. Það sé kannski svona aðalflöskumál sem en ekki tegundin. Í sambandi við vottanirnar og allar þessar nefningar, það er sem við Íslendingar þurfum að hafa í huga að við skulum ekki vera einlegri heldur en áður. Við getum horft til dæmis til Kanada. Þar er fullt af litlum súrramönnum sem eru að saga efni sem fer í hús og annað slíkt. Það er ekkert vottun að ræða. Húsin eru byggð úr þessu og annað slíkt. Þeir eru ekki að áhuga af því hvernig vottunin er í þessu sambandi. Ég þekki það líka að það er þessi Noregi, það er víða smíðuð heilu húsinn úr efni sem er bara unnið á svæðinu og er notað á skulum passa þó að það veri ekki heilega á daginn. Þetta er stóra spurningar hjá Trausta og það er gaman að koma í kaffitíminn fljótlega. En við þurfum að gera eitthvað til þess að svona hámarka þetta allt saman sem við höfum í höndunum og ég held að samtal sé rosalega mikilvægt. Og eins og þessi starfshópur sem var að störfum að ég held að við vorum nokkuð sammála um það að það skiptir miklu máli að þeir sem eru til þess að selja einhvers konar afurð, að þeir myndi einhvers konar samlag. Og það er þó nokkuð, það er komið á annað ár síðan en ég hætti að vinna hjá skógræktinni. Ég fæ stöðugt hringingar og spurt hverjir eru að selja timbur á Íslandi. Þetta eru arkitektar, þetta eru smiðir og fleiri. Þannig að við erum ekki komin eins og það vant að almenningur veit að það er hægt að kaupa timbur sem er búið að fletta. Og ég held að við þurfum að eiga þetta samtal og skógræktarfélögin og skógarbændur og skógræktin taki sig virkilega saman og ræði það hvernig getum við komið okkar vörum á markað sem er til nú þegar. Og jafnvel að slá með jólatrjásölunni. Það er eitt sem að opnaði svona smá dýr í vetur í sambandi við burðarvirki að regluverkið á Íslandi segir að allt timbur skuli vera sérvotað en þeir fóru að gefa að það var smíðað hús í Reykjavík og Reykjavíð og þeir gafu undanþágu á Reykjavíðin og leyfðu flokkun, burðarvirkisflokkun og það væri raun og verið eitthvað sem hægri ráðuneyti getum gert og við getum gert þetta heima. Það er að breyta reglugerðinni að taka út sérvottun og koma inn með staðlana sem að timbrið þarf að standast í staðinn. Það væri góð lausn. Heyrðu, já, ok, Þröstur. Ég ætla að fara svona
Örstutt, úr því að þetta hefur ekki verið sagt. Mér langar í bjór. En ég bý á Raufarhöfn og þar er engin vínbúð og næsta vínbúð er á Húsavík. Hvað ger ég þá? Jú, ég á bíl en hann bilaður. Jæja, ég ger upp bílinn en það kostar sko 5.000 krónur nú í dag í bensín til að skreppa til Húsavíkur og kaupa kippa af bjór. Og þá er bjórinn orðinn býsna dýr fyrir mig. Hvað ger ég þá? Annarkost verð ég bara áfram þyrstur eða kannski býð ég eftir venjulegu ferðinni sem er einu sinni í viku þar sem að Jói hann fer og kaupir handa öllum sko. Húsavík. Þetta er líkt og að fá FSC-vottun. Við búum að Raufarhöfn. Sko, við létum skoða þetta í skógræktinni, við fengum Valda og Borgar til þess að kíkja á þetta, Borgar af því að hann hefur unnið við FSC-vottun og þeir fóru í það að skoða PFC og FSC og hvað það myndi nú þýða fyrir okkur, hvernig við þurftum að gera við bílinn og hvernig við þurftum að koma okkur til Húsavíkur og hvað það myndi kosta fyrir okkur að geta boðið upp á FSC-vottun fyrir skógareigendur á Íslandi. Og við fengum í þessu býsna góða mynd af því hvað við myndum þurfa að gera og það er líkt og þýskuna er á Raufarhöfn. Við þurfum að hafa samband ef við viljum fá möguleikann á FSC-vottun í íslenskri skógrækt að þá þurfum við að fá FSC til að búa til reglur fyrir Ísland. Af því að reglurnar í vottuninni hafa að gera með lagasetningu hvers lands. Sumstaðar eru sumar tegundir ólöglegar. Sumstaðar þarf að gera þessa hluti en ekki hina til þess að skógur teljist sjálfbær. Hér á Íslandi eru ákveðnir hlutir í lögunum og svoleiðis sem þarf að staðfesta að hafa farið eftir við meðferð skógarins. Og þessar reglur þurfa að verða til og við getum ekki búið eftir. Af því að FSC vottar ekki nema að þeir hafi komið af því að búa til reglurnar með okkur. Þannig að það er þetta ferli sem að þarf að eiga sér stað til þess að FSC bjóði upp á vottun hér á Íslandi. Og þetta ferli er eitthvað sem að kostar nokkrar milljónir. Ég veit ekki hversu margar. Við þurfum að borga, einhver hér á Íslandi þarf að borga FSC til að fara í þessa vinnu að búa til reglur fyrir Ísland með okkur. Og þá þarf að borga einhverjum hér, hvort það er einhverjum hér sem þurfa að vinna með þeim og þeir eru á launum og þetta er kostnaður sem að fellur til. Ok, þá er spurningin hver á að borga. Og þá horfa allir á Þröst og segja, Þröstur, þú borgar. Það eru öll augun á, já, skógræktin á að gera. Auðvitað á skógræktin að gera. Og, ok, ef þetta kostar 10 milljónir að 15 eða hvað það nú er sem þetta kostar, hvar erum við að finna þann pening? Við erum með fullt annað að gera. Það er ekkert sjálfgefið að sá peningur sér til, sko. Og við bettum í ráðuneytinu og við erum nýlega búin að gera það. Hópur í þessu. Það er ekki peningur þann hendur, sko. Þannig að þetta er stóra vandamáli, að laga bílinn og kaupa bensín til að geta farið til Húsavík til að kaupa bjór. En hafið þið eitthvað skoðað, ég veit að þið hafið verið að sækja um styrki og fengið það og skoðað hvort það ætti að fara í FSC-vottun, en hafið þið skoðað að sækja hjá nýja sjóðnum ASK? Nei. Þannig að það geti kannski verið eitthvað að fara næsta skref. Sjóðurinn er ASK sem við spyrjum, hann er náttúrulega hlægilega lítið. Það er bara framdæri. Þannig að það eru margir slagsbálar þar. Það eru 95 milljónir sem fóru inn í það. Svo klæra herrgja íbúðu Vesturmæðinu. Ég verður bara að fara að hætta, sko. Og þetta fór nú alveg hægt á staðinn og svo rættist þú við. En þakka ykkur kærlega fyrir að koma hér í dag. Nú ætla ég að gefa Hreini orðið, hann ætlar að segja okkur hvað við erum að fara að gera næst.
Já, akkurat. Það er áverða kröfur bjór sem kom fram, en við ætlum að fara í rútuferð á Laugarvatn og þar ætlum við að skoða skýli sem var byggt úr íslensku viði og drekka bjór. En það er kannski rétt að láta ykkur vita að ég pantaði rútuferðin 2 árum þegar átti að halda þetta síðast og við vitum ekki hvort að COVID hefur haft ykkur áhrif á rútufyrirtækið. En ef að pósturinn er ennþá þarna hjá þeim og þegar við lesið hann, þá gæti komið hérna 3 rútur. Hafið þið séð það? Já, gott. Það var alltaf gengið upp, en við ætlum að vera farin eftir 20 mínútur. Síðasta rúta þegar við erum svona 10 mínútur í. Gönguból, hlýföt,